Ég var svolítið bara að drífa af þetta verkefni. Ég frekar opin týpa sjálf, en ég fann að fólkinu minni fannst ekki gott að ræða þetta, þannig að það var bara best að loka á þetta og klára verkefnið, og svo var ég náttúrulega bara farin aftur til Bandaríkjanna og þá ekki með mitt svona helsta stuðningsnet kannski. Þannig að svo bara líður tíminn og maður geymir svona andlega þáttinn einhvers staðar í líkamannum og í staðinn fyrir að vinna á honum strax, sem hefði vissulega verið betri leið. Ég heiti Margrét og ég greindist með krabbamein í skjaldkirtli árið 2005, þá aðeins 22 ára gömul. Ég bjó í Bandaríkjunum á þessum tíma og var þar í háskólanámi á fótboltastyrk, kom heim í jólafrí og fann fyrir eymslum í hálsi þegar ég var á æfingu. Ég var alveg viss að þetta væri bara haspur í hálsinum af því ég var búin að brosa svo mikið að vera komin heim. En þá sáum við bungu á hálsinum, þannig að á Þorláksmessu kvöld þá fór ég upp á bráðamóttöku. Þar voru læknarnir áhugasamir en gátu náttúrulega ekki gefið nein svör. En á milli jóla og nýárs þá hitti ég efnaskiptalækni sem tók sýni úr þessu, sem reyndist svo vera illkynja æxli. Eins og ég segi þá þarf að vinna í andlega áfallinu alveg eins mikið og því líkamlega. Og ég held að okkur hætti til svolítið að leggja þau aðeins til hliðar. En þau fara ekki, þau bara sitja í líkamannum og koma síðar. Þannig að núna 20 árum síðar er ég að ræða þetta áfall ennþá við sálfræðinginn minn og fólkið mitt. Og reyna að vera opin og að tala þetta. Þú breytir öllu. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.